Já. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu gott, Óskar? Velkomin aftur. Takk fyrir það. Ég segi bara allt frábært. Það er æðislegt að vera komin aftur. Ég fekk smá frákvæðsengin hérna í síðustu viku. Já, við söknuðum því. Já. Við Guðgeir og þú. Já, Guðgeir og ég. Ég saknaði því, ok, ef ég var hreinskilinn. Já. Það var skrítið, það var skrítið andrúmsloft. Já. Það var... Býta aðeins. Já, andvílan er ennþá einna. Ég held að Guðgeir sé með gillina þið, sko. Já, er það? Já, mér finnst alltaf gaman að koma með svona nickname fólk. Ef ég á að læra nöfn, já, þá þarf ég að búa til og setja eitthvað samsetningu við nafnið. Já, Guggi gillina. Já, nákvæmlega. Þannig ég þarf alltaf að muna eitthvað svona eins og Pétur Prakkari eða eitthvað þannig. Þannig man ég nöfn. Það er reynda bara snildar hugmynd því að ég er hræðileg með nöfn, sko. Já, mæli með að nota svona fyndin. Já, sko, í vinnunni, en þetta í dag, 5 árum setna, þá þekki ég ekki sumt fólkið, sko. Já, ég þekki það en ég mann ekki hvað það heitir. Já, það er svo vandræðilegt. Já, það er það, sko. Og sérstaklega það kemur að manni bara, nei, Óskar! Nei! Hæ, þú! Stefán eða? Nei, Stjáni. Stjáni, já. Við erum búin að vinna saman hérna í 5 ár. Já. En hvernig vika er búin að vera? Vikuna 2? Er ekki búin að sjá þig í 2 vikur? Já, sko, ég fór náttúrulega á Vestfirði. Já. Og það var mjög gaman. Já. Það var geggjað veður. Já. Og ég er svolítið slæmur að skynja veður. Ég hugsa alltaf þegar hérna heima á Íslandi, bara, Ísland er alltaf ískalt. Og svo labba ég einhvert og verða skaðbrendur, bara rauður eins og epli. Já. Og svo á sama tíma hugsa ég í útlöndum, bara, já, útlönd eru alltaf heitar eldur en Ísland. Fer til útlanda og er svo bara deyjur kulda. Já, það er ekki sniðugt. Nei, það er svolítið erfitt. En já, það fór upp í 21 stigs hita upp á fjalli. Ha? Já, og ég bara, þetta getur ekki verið. Og stoppaði bílinn, labbaði út og það bara til ykkur vindur, sko. Já. En það var heitt, en það var mikill vindur. Já, vindur, hann kælir mann, sko. Já. En til að gera langa sögu stutta, þú veist, Tálknafjörður, Patreksfjörður, Ísafjörður, nei, við fórum ekki þangað. Já. Dynnandi foss, flott. Já, ok, takk. Mjög gaman. Mjög gaman og gott. Og hvernig var vikan þín? Vikan mín? Ég gerði ekki neitt í þessar hlutu. Ég lifi mjög óáhugaverður lífi, Óskar. Já. Ég eina sem ég geri er að vinna þetta podcast og svoleiðis. En ég er með mörg járn í eldinum. Ég er það. En eins og geri ég ekkert merkilegt. Nei. Bara þrífa heima og taka til og svoleiðis. Allt búið að chilla. Er búið að sprauta í rassinn? Nei, það er ekki búið að sprauta mig. Ég veit ekkert, ég held að ég sé ekkert í kerfinu. Nei, það lítur bara að hafa verið eitt út, sko. Já, ég bara er ekki til. Nei, þú ert líka... Sko, ég er gallaður, Óskar. Þeir þora ekkert að sprauta mig. Nei, það getur bara að þú getur breyst í Superman bara. Ég held það. Ég er örfendur. Skellur. Ég er örfættur. Fuck. Já. Ég er með 1 nýra. Já. Ég hef fengið krabbamein. Já. Ég er með húðsjúkdóm, psoriasis. Já. Ég er bara stór gallaður og það ætti að skila mér ef það var hægt. Það er alveg þá ætti að vera lengur spreytaðar, held ég. Ég er ekki áhættuhópi, ég er bara óheppinn. Sorglegt en satt. Þá er ég stór gallaður. En þú ert svona fallegur. Varst í klippingu? Ég fór í klippingu. Já, ég tók þetta því, sko. Ég gerði það. Ég fór í klippingu. Ég fór niður í bæ, þá var ég í klippingu þar og þurfti að vera með grímu þar. Já. Það er skrítið. Ég var einmitt með grímu í strætó og mér finnst það mjög skrítið. Já, og ég er alveg hættur með grímu samt. Já, líka. Já, henni. Já, ég er hættur með grímu, sko. Já. Ég og grímar tölum ekki samanlegur, sko. Nei, það er bara gott. Já. Og leiðileg, sko.
en samt fæ ég alltaf óþægilega tilfinningu ef ég gleymi grímunni. Skilur, ég náttúrulega vinn í búð og þegar ég fyrir baksvæði en hún lagar eða eitthvað og bara, já, ok, ekki með grímu, svo bara, heyri, já, að fara upp í búð, gríman, já, nei, ég þarf ekki grímu, er það alltaf lægi? Og ég svo, laumast upp, ég er ekki með grímu. Þetta svona næstu eins og fara bara í samfélagið bera ofan. Já. Man finnst maður að vera smá nækin, sko. Það svolítið berskjaldað, sko. Já. Það er einhvern veginn þannig. Já, fannst svo þægilegt, sko, þegar maður var með grímuna, þá gæti maður verið bara svona með bara maður þurfti ekki að þykjast vera brosandi. Nei. Maður gæti vera svona... Já, það fannst mér samt, sko, ég saknaði þess að brosa til fólks. Ég á það til að brosa bara til ókunnuga mannesku, sko, ef ég er að labba eða eitthvað. Já, það gerir bara daginn, sko. Mér finnst líka svo gaman, ég fann að taka eftir þessu rosalega mikið bara, heila síðan árið byrjaði, bara hvað sem ég fer, það var alltaf bara ógeðslega næs fólk í svona afgreiðslu. Segir bara takk fyrir og eigðu æðislegan dag og ég bara, wow, takk sem leiðis. Það er svo gaman þegar fólk segir eigðu góðan dag. Já, ég segi þetta eiginlega alltaf. Kemur fyrir. Það fyrir til hvernig samræðan þróast. Já, nákvæmlega. Stundum bara er fólk farið. Ég er held ég kviti hann. Farið. Og farið og ég bara, já, ok, blöss. En sumir svona staldra við eftir þegar ég sagðist, ég bara, já, góðan daginn, til póka, nei takk, má bjóða kvitun, nei takk, þá skal ég bara eiga hana, segi ég alltaf. Og bara, þau bara, já, ok, takk, og ég bara, takk sömuleiðis og þau góðan dag. Frábært. Ef þau segja takk, þá segja alltaf takk sömuleiðis og þau góðan dag. En það er samt vittlust. Já, er það ekki? Þú getur ekki átt góðan dag eða eitthvað þannig, eða eigðu er ekki orð. Já, eigðu góðan dag, hafðu góðan dag. Nei, ég veit það ekki, sko. Og þetta er bara eiginlega frá Ameríku. Finnst þér samt ekki vandræðalegt þegar þú ert í, til dæmis, út af maður er í svona störfum, svo ferðu á veitingastað og svo bara kemur þjóðin með matinn og bara, gjör svo vel og verði ykkur góðu og svo segir maður, takk sem leiðis. Það er svo vandræðilegt að gera, sko. Það er ekkit, já, en sko, maður þarf að hætta, ég er ekki vandræðilegur. Nei. Ég kann það ekki. Það er bara frábært. Maður á að bara taka það, sko, ef þú væri þjónninn, ef einhver myndi segja þetta, þá væri einlega ógeðslega mikið snildi og þjónninn myndi bara koma bara, ég sest bara niður og byrjar að borða og bara, takk fyrir að bjóða mér, þetta er svo fall, ég hafa myndið að taka pásu. Nákvæmlega. En sko, mér finnst að vandræðilega hlutir fyndnir, ég elska vandræðilega og þegar hlutir verða vandræðilegir. Það er líka bara aðeins út fyrir systemið, eða þú veist. Það er bara holdt fyrir þig. Já, nákvæmlega. Og að vera svona vandræðilegur. Ég elska það, sko. Já, þú veist, já. Ekki á mikið. Nei. Smá krydd bara. Smá krydd. Bara, þú veist, ég hef aldrei, ég er langt síðan lendi, það var vandræðilegt. Já. Ég bara, ok, þetta var upplifun, þetta var ekki gaman, ég ætla ekki að gera þetta áttur. Nei, það var eins og einu sinni var í fermingu og fór á klósettið í kirkjunni. Já, hvað er klósett í kirkju? Þetta var í Hallgrímskirkju. Já, jú, ég hef farið á klósett í kirkju. Já, það er þetta þegar þú segir það, þá er ekkert oft klósettinn í kirkjum, held ég. Ég ætla ekki mert eða eitthvað. Nei, ja, ég var það bara og hélt að ég væri búin að loka hurðinni, læsinni. Svo kemur bara einhver gamall kall og opnar hurðina. Hvað er þú að gera, litli snákur? Ég er svona bara, shit. Og svo lokkan að fóð bara. Já, það er ein fóbía hjá mér, sko. Ég veit ekki hvað það er. Að einhver lappar inn á mig að ég var að kúka, sko. Náttúrulega þegar þú ert að kúka þá áttu bara að eiga þitt fullkomna næði. Já. Akkur finnst mér eins og að þú er guðgjörð töluðum að klósettstundin á að vera gull í mund. Já, við töluðum það að þetta er, sko, þegar ég fer eitthvert, þegar líkaminn getur það, þá kúka ég ekkert. Já. En jú, stundum bara líkaminn bara setur bara svona stopp, bara ef við fórum í sumarbústaðum daginn og bara líkaminn bara, þú kúkar ekki hér. Ég er ok, allt er lagi og svo kom ég heim og ég bara átti góða stund á klóstinu. Já, alltaf kósí, sko. En ef ég kúka ekki, það er bara, ég kúka ekki svona á almenningu stöðum. Já, en þetta í dag? Já, mér finnst það eitthvað óþægilegt, en
ef ég þarf, skilur, ég geta alveg. Já. Ég skil þig. En já. Að því að maður er eitthvað kúka og svo kemur eitthvað krakki með pappa sínum inn og oi, hvað lyktar þetta? Það er ágæðslegt. Ég þarf að vera hérna í 20 mínútur lengur sko. Það er einhver að kúka þeim inni. ekki láta svona sulla í vöskunum og eitthvað, maður sittur hérna bara fucking shit. En já, Sandstrákar, þú og Guðgeir, bara frá því í síðasta þætti. Já. Við erum ekki orðnir 30. Nei, ég veit það. Þetta, þess vegna fannst okkar þetta svo fyndið að við erum ekki svona 30. Nei. En vá, hvað ég finn sko bara líkamann minn vera að breytast. Já, bara fyrir 10 árum. Ég sá vídeo sem þú sendir á afmæliskveði hjá vin okkar, þar sem þið voru bara allir kornungir og með fíblalæti. Við gætum alveg ennþá verið með fíblalæti en það var svolítið öðruvísi. Já, það er öðruvísi. En Vist, ég er ekkert að vera í gamnisla núna. nei, Ég er ekkert að vera að kasta ragnarni gegnum rúðu, sko. Það er bara vont. já, fyrir þig. Já, Já, og ég hugsa alveg þannig. já, bara besta bara, er það þess virði? já, ég þarf að borga einhverja rúðu og Eða, nei, sko, ef ég eins og einhver bara, ef ég á að fara að hreyfa mig eða ef ég á að fara að gera þetta eða eitthvað svoleiðis, lyfta ykkur þungu, hjálpa ykkur að flytja eða eitthvað, þá hugsa ég, ok, þekki ég þessa mannesku það vel að ég verð ónýtur á morgun. er það svirði? Er það þess virði? Ég bara stundum bara veit það ekki. Stundum, ok, jú, þetta gerir maður vil vera góður. Já, En stundum hugsa ég bara, ok, ég nenn ekki að vera ónýtur á morgun. svo annað, mun hún hjálpa þér? Já, ég veit að ég er stór, ég er sterkur, ég er tilvalin í flutningar. Já, en það er bara verið að notfæra mig. Já, bara að misnota þig. Það er bara, sko, mætti halda að ég, þó ég sé stór og sterkur, að ég vilji lyfta þungum hlutum. Já, þú vilt það ekkert? Nei. Þetta er bara stereotýpa. Þú ert svona stereotýpa. Sástu það? Þetta var rosalegt, varstu að æfa þig? Nei, ég vissi hvert ég var að fara og ég fór þangað. En það vill svo til, Óskar, Já, að við erum að tala um stereotýpur. það er rétt. Já, það ekki? Mér minni það. Jú. Ég undirbjóð það. Já, ég líka. Já. Mér langaði svo mikið að dúlla mér bara. Já, halda varum dúll okkur að meira eða? Sko, ég er með smákvilla Já. að líka með minn vill ógeðslega mikið pissa á nóttinni. Já, er það? Já. Eða, er þetta bara eitthvað sem er komið með aldrinum eða? Þetta byrjaði að gerast fyrir svona 5 árum síðan eitthvað. Og þá bara, sjóar ég drekk mikið vökva, ekki bara áfengi, bara alls konar vökva. Já. Og þá bara er ég alltaf pissandi á nóttinni. Já, ok. Þannig ég byrjar að taka pillur. Stoppa pillur. Já, sem láta mig hætta að pissa. Já, það er alltaf skemmir svefnin að þurfa að pissa á nóttunni. Það er svolítið pirrandi, sko. Síðan kannski sofnar maður ekkert aftur fyrir 2 tímur seinna og Það er kemur með aldrinum, nefnilega það, að sofna ekkert aftur. Já. Ég man að ég gat vaknað miðjanótt og svo bara ég hljómaði svona sem úrlingur, sko. bara hæ, Kristbergur. Og sofnaði bara aftur. Já. Og það var bara easy as pie. Já, er það ekki? Jú. Já, ég svaf alveg lengi sem unglingur en fljótt fór ég bara að sofa í 6-7 tíma. Það er bara max hjá mér, sko. Það er einmitt, sko, eins og við töluðum, þegar maður er unglingur, þá svaf maður bara endalaust. Ég gat alveg sofið endalaust. Já, ég man eftir þegar ég og Ragnar vorum að bíða eftir ykkur í bílnum eftir að þið myndu, svo getum farið á Selfossi í skólan. Já, það er þegar við vorum að vaka seint. Spila Counter-Strike. Spila tölvuleiki. Já. Cool. Og svo bara, var mæta seint og skóla. En já, ef að byrja á þessu. Ásaki í vesinni, en mér langar að hrósa Guðgeiri. Já. Hann var rosalega bara góður í þessu. Mér fannst hann þægilegur, hann er með þægilega rödd. Já. Hann er svolítið svona eins og smurt brauð. Já. Og það veit svo til að hann syngur líka eins og smurt brauð. Já. Og skemmtilegt með Guðgeir er að
ég gleymi svo aldrei að hann syngur aldrei á fastandi maga. Já, ok. Hann bara, við vorum saman í hljómsveitinu sinni, þú veist að því. Já. Special Ed. Special Ed, já. Annað skemmtilegt nokk. Ég er búin að tala við Guðgeir, það er að koma reunion. Já, Special Ed. Já. Já, mér bóðið það? Já, algjörlega. Takk. Og við vorum með einu svona æfingu og áttum að spila eitthvað lag. Já. Og hann bara, hei, strákar. Ég þarf að borða. Og ég bara, hvað meinarðu? Ég sko syngi ekki á fastandi maga. Já, og þetta hefur bara festst við þig. Já, Guðgeir svona típa, sko. Hann svona típa, stereotýpa. En, Þetta var betra hjá þér, sko. Já, takk. En já, stereotýpur, víst, það eru búin að dúlla okkur aðeins hérna. Já. Áður dúllum okkur fyrir lengra í umræðefni þessum við erum ekkert að tala það langar mig að segja að við erum í boði islandpoland.is. Já, alveg rétt. Þeir eru styrktaraðili þáttarins. Algjörir meistarar og ég mæli með að kíkja á þá og skoða hvað þeir hafa í boði. Já. Þeir eru með allt saman. Já. Stereotýpur. Sko, let's go. Já, Óskar. Ert þú stereotýpa? Ég hef verið að velta því fyrir mér. Já. Og sko, ég var bókstaflega stereotýpa. Þú varst nakki. Ég var nakki, sko. Þú varst nakki. Og það eiginlega gerðist ekki fyrir þá sem veit ekki hvað nakki þá er það strípur. Já. Skátoppur svona skátoppur og svona eitthvað hérna upp í loftið hérna. Já, ekki endilega hanakampur en það var alveg oft. Já, það var svona hanastjel og hlusta á techno eða FM 957. Akkurat. Og það einkenndi marga selfisinga að vera nakkar og það var svolítið stereotýpa að ef þú varst frá Selfossi þá varstu nakki. Það varstu nakki. Keyrandum á Hondu ekki? Jú. Og það veit svo skemmtilegt til að núna ég að keyra á Hondu. Já. og keyra á Hondu Civic. Já. Þú ert á Hondu Civic, það ekki? Mikið rétt. Þannig að, það var svona stereotýpa. Ég var einlega ný stereotýpa og ég var bara svo eini held ég í heiminum. Ég var kissnakki. Já. Ég hlusta á geðið mikið techno. Já. Scooter og fleiri. En svo var ég líka að hlusta Kiss. Já. Þannig að þú varst sko nakki en samt innst inni stereotýpur eru margar týpur eða þú veist að segja horfur á þennan, já, þá getur þú dæmt hann frá út að sagt að hann gerir þetta. Já. En eins og lögreglur, það borða kleinurringi. Já, nákvæmlega. Það er svona stereotýpa. Þannig að rauninni svona á yfirborðinu var allt rétt en innst inni var Óskar að hlusta á Kiss. Satt. Hlustar eitthvað svona techno remix líka af Kiss? Það er magnað. Það er til svo lítið af remixum af Kiss tónlist. Já, það. Ég hef fundið 2 svona alvöru og annaðið með Scooter. Já, það. Hræðilega útgáfa af I Was Made of Loving You. Já. Alveg hræðileg. Náttúrulega Kiss er náttúrulega... Nei, ég ætla ekki að segja. Passaði hvað það segir. Já. En samt út af að tala um löggu. Já. Sko, í mín tilfelli, ef ég var í lögga, ég myndi 50% af því væri bara að ég myndi bara fá mér kleinurhringi næsti, sko. Heldur það? Já. Heldur þú myndir alveg fara þann veg? Ég held það, í alvegni. Ég myndi bara vera með Dunkin' Donuts er ekki lengur til á Íslandi. Nei. En ég væri bara með svona kassa af donuts bara í bílnum. Já, það væri fyndið. Það væri fyndið og skemmtilegt. Já, það er því svona ekta stereotýpa. Já. Ef ég ætti að greina mig í einhverja týpu, þá var ég örugglega svona, ég var rockari. Já. Ég var svolítið þar svona rock and roll gæi, sko. Ég ætla í grunnskóla manni. Já, svona... Ég var aldrei í peysu, alltaf í ból. Já. Hugsaði ógeðslega töff hugsanir. Eða, hvernig hugsanir? Kuldir bara hugar ástand. Já. En mér er ógeðslega kalt núna. Og svo klæður, nú ég í ból. Já, og ég var bara með þetta eitthvað bara, ok, bara að fara út bara ískalt og ég bara, kuldi bara hugar ástand. Þú varst, það í bæliði, þú varst alltaf í ból. Já, og mér fannst það bara eitthvað töff, sko. Ég veit, þetta er ekki töff.
Það verið ból? Það er töff að vera í ból, en það er ekki töff að halda að kuldi sé hugarástand. Kuldi, það er kalt. Já. Mér var alveg kalt, ég viðaukinni það alveg. En ég vildi bara ekki, ég var töff. Vildir ekki vera aumingi? Nákvæmlega. En einmitt með það er gæi sem að heldur að kuldi sé bara hugarástand. Já. Það er gæi sem að bara alltaf árið kring. Ég sé hann alltaf á hjóli á leiðinni í vinnuna. Já. Í klettagörðum og allt svo framvegis. Hann er alltaf sama hvað árið er. Hann er alltaf með skólatösku og í stuttbuxum. Já, það er sumir sem er bara alltaf í stuttbuxum. Ég tek eftir líka. Já. En sko, takk eftir. Bara í skólatösku og stuttbuxum. Já, byrja ofan. Hann er bara alltaf byrja ofan. Aha. Ég var einhvern tímann það var stórhrið úti og hann var bara dúlandi sér á hjólinu sínum bara byrja ofan með harða neiplur. Já. Hann er ekki neinn stereotypa. Ég myndi að segja það. Hann er bara hann. Já. Það er ekki hægt að setja hann í kassa. Nei. 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 Það er eiginlega ekki hægt. Ef hann væri að hlusta, ef hann væri tattúveraður og eitthvað svo leiðis og þá geti ég sett hann í kassa. Það var með hú og gleru sko. Já, nei, það er ekki neinn merki það. Já, þessi maður er útivista maður. Já, með stereotypur þá ertu rauninni að merkja fólk. Já. Og þetta er alltaf eiginlega það að dæma fyrirfram hvernig manneskjan er. Algjörlega. Og ég lif ekki með þá prinsipal. Nei, ekki heldur. Ég þarf fyrst að bara vill frekar tala við þig. Ef mér líst vel á þig, þá tala ég meira við þig. Ef mér líst illa á þig, þá bara nenni ég ekki tala við þig. Það er einmitt svolítið, já, ég er sammála. Það byrji allir, þeir kynnist nýjum manneskjum, það byrji alltaf með 10 stig. Já. Og ég elska alla bara út af lífinu, bara leiði að ég sé það. Já. En svo getur þið mist stíin. Já. Og ef þú ert komin bara í 0 þá er rosalega erfitt að fá stíin aftur sko. Já. En það er bara ein þannig manneski í mínu lífi. Nú? Já. Já. Okay. Förum ekki nánar út í það. Já. Nú er ég forvitin. Það er alltaf ekki ég, múna ég. Nei. Þú talar við mig ennþá. Já. En, það er mitt samheimur. Ég dæmi, mér er alveg sama hver þú ert, hvað þú hefur gert og eitthvað svoleiðis. Kannski ekki alveg, ef þú væri glæpamaður að snúa lífinu við og ég veit að snúa lífinu við, þá er alltaf lægi, skiluru. Já. En það er bara, maður á að vera góð við alla. Algjörlega. Og þetta, ef hann er ekki góð við þig, þá ert þú ekki góð við hann. Nei. Það var bara, já, okkur. Það var bara að vera svo leiðis. Já. Hvað, þú ert með eitthvað blað, Óskar? Ég er með smá paper. Smá paper? Ég þurfti bara smá lista yfir stereotypur. Já, hvaða stereotypur varst þú búin að finna til? Ég var bara búin að finna 6, en sem betur fer þá eigum við digga aðdáendur og ég spurði þá bara hreint út hvað hafið þið í huga. Þannig ég ætla að byrja á mínu. Ég held að allir hafi hitt hann guður. Þetta er gæn í ræktinni. Þú ert bara einn með sjálfur þér, bara að lyfta, sem kemur einhver svona risakall, bara það kemur alltaf bít þennan labbandi. Já. Og svo bara, hei, vissir þú að þú ert að gera þetta vitlaust? Ég skal sýna þér. Og svo fer hann bara að sýna sig, sko. Já. Veistu ekki hvað er að tala um? Jú. Já. Viltu tala meir um hann? Já. Sko, ég skil það. Sko, þetta er ákveðin típa. Já. Ég við ekki það. Alltaf í hlýraból. Mér finnst það að vera góð típa. Já. En hann þarf að sko laga approachið. Það má ekki vera bara já, ég sé að þú ert að gera þetta vitlust. Þetta á að vera bicep og tricep og gluteus maximus og gera þetta bara svona. Heldur að koma á almenna nótum af því að það er hættulegt fyrir þig ef þú ert að lyfta vitlust. Já, algjörlega sko. Og þannig að þetta á ekki að vera tabú. Nei. Af því að ég veit alveg, ég hef alveg verið þar, ég hefur alveg liðið illa, ekki komið bara, vissir þú hana, þú hana? Þú? Ég? Já, voru að lyfta hana vittlust og það krulla þig og setja þig í kleinu og gera þetta svo. Bara svo í liðarkvöldnís. Já, ég veit ekkert, en ef hann væri bara, ég sá ást að hann að lyfta það svona. Þú bara varst að gera þetta svolítið vittlust, má ég sýna þér hvernig hann gera þetta? Já.
bara hjálpa, já, frekar að spyrja má ég sýna þér eða eitthvað heldur ekki bara stoppaði maður, þetta er alveg kolvitlaust hjá þér voru það að reyna að bæta gluteus maximus og voru það að bara lifta með tánoklónum skilur síðan þeir labba yfirleitt þú veist, þeir eru alveg buff og svoleiðis en þeir labba sko með hendur veistu af hverju, alltaf með tappa undir höndunum þetta lítur út úr sem með tappa hérna undir sko. en það er að þú ert með harspörur já, er það þannig? já, já. og svo annarkvort það eða þú ert komið með svona ofstóra vangi já, og er þetta bara fast svona? já, ok með þess að það er alveg rétt að sumir þurfa að tala í síman svona, ekki svona heldur svona ská á móti ég veit ekki hvernig ég get lýst það fyrir hlustendur en já, þannig já. með hendina hlusta, tala með, verð með síman í hægri hendina en hlusta með vinstri já, þannig að halló já. Það er því þið ná ekki hennar milli sko. og sumir eiga erut með að skeina sér hef ég heyrt líka það er magnað en þetta er aðalega allt svona steraboltar já. og þessi það er eiginlega hægt að gera það álíktun á hennar ræktað út að hann sé að nota stera já, það er hálfgeir stereotypa líka sterakögglar já, þetta er svolítið sterakögglar sko. já sem er það prump og piss og prump það er góður skets með fórstbræðurum kúkur og piss þú veist það? já, kúka pissa stelpa já en já, hvað ertu með fleira? ég er með nördan þá er ég að tala svona, ekki skólanördan það er endar önnu stereotypa já. Ég var meira svona hugsa svona tölvuleikja nördan sem er samt hvað ég segja ég vil meina að sitt út dauður já. bara líkt á hnakkin er það var þetta geggja töff einhver yrði hnakki bara núna já. bara fara í strípurnar og tannið og allt útið aðdána stereotypa tölvunörd það er svona ógeðslega feitur gæi í geðveikt skítugum ból bara þvílíkt vondlíkt á honum gleru, eiginlega komið smá skallablett og svo framvegis Þú ert að lýsa svolítið gæinum sem voru að kaupa bara alltaf pulsu með rjóma í nætuvættinni já, svolítið þannig típa sko en ég hana ef að ég er bara hreinskilin þá er ég eiginlega tölvunörd en ég myndi ekki segja að ég sé stereotypan á tölvunörd já þú ert í Star Wars ból já, mákvæðlega sjáðan sem er að horfa þú ert svo mikill nörd ég er nörd ég er algjör nörd en það er, þú fattar yfirleitt þegar fólk fyrir að tala hvort það sé nörd eða ekki já, það bara hitta þetta já, það er alltaf að vera nörd með allt saman ég er kiss-nörd líka já, og nörd er bara að vera klár eða áveitað, eða flinkur Nei. ég held það ég held líka að nörd sé ekki endilega neikvætt orðið lengur kannski þökk sé þannig að PC sko, einhvern veginn er tengdamamma mín að gera það neikvætt sko. Nú? Já, hún bara alltaf því að gera eitthvað ógeðslega ef ég er ógeðslega sniður eða ógeðslega klára hjálpa með eitthvað tæknit út kemur það, nerd og ég bara, hvað? Ég var bara að hjálpa nerd Þessu snurd maður Já, ég bara, og Gunnur gerir þetta líka hann bara nerd stillir sjónvarpið mitt fullkomlega bara nerd Já, bara nerd Vá, svona neikvæðan hátt okay. Þannig að mér langar ekkert að vera nörd lengur bara að vera cool Þú ert náttúrulega rockari sko Já, nei, ég er ekkert rockari Síðan er ég með rússa Rússa? Já, svona stereotypuna rússa þá hugsa maður svona brjóstni og hann er alltaf að drekka vodka í staðin fyrir vatn og sóðalegur og suppulegur Ég er aldrei kynst rússum en þeir hljóta að vera fínir sko Ég þekki rússa Aha? Já, hvernig er hann? Hún er bara fín Hún er bara fín? Já, hún talar reyðbrennandi íslensku og ég myndi ekki halda hún væri rússi ef ég myndi heita hana Nei, sko. hún er bara hún er enga veginn tengd stereotypinu rússi sko. Nei en ég skil hvað átt við Já, bara það sem maður sér veist, á YouTube og á netinu og svona Já, þetta er svona jaðrar við það að vera svona third world country Já, það er ekki við Já, þegar maður sér hérna alla í sveitinni að dansa við björnin
Já, og drekka vodka. Akkurat málið. Síðan þjóðverjar alltaf að drekka. Ha? Alltaf að drekka bjór, drekka geð mikið bjór. Já, Og vera þarna í Lýðurhúsin? Lederhausen og í þessi flottum fötum og allt það dæmi. Já, ég tengi frekar sko þjóðverja við stuttar svona kargóbuxur sem getur tekið skálmandana af, Já. gönguskór og skyrta. Já, svona krút þjóðverjar. Já, ég tengi það, þegar þú segir þjóðverji þá hugsa ég það, sko. Ég hugsa ekki drykki. Nei, ok. Það eiginlega, ég var með það á undan en ég ætla að koma að því seinna, en eiginlega þegar ég hugsa það, þá hugsa ég okkur Íslendinga, sko. Já. Við erum duglega að fá okkur, sko. Við erum það. Hver er samt eiginlega stereotypan af Íslendingi? Þykist þau eitthvað meira en hann er? Já, það er pottjætt stereotypan. Við erum miklu stærri en allir aðrir. Já, ég sé þetta í sjálfa mér út að ég er náttúrulega á þessa sænsku vini. Já. Og ég er oft bara eitthvað takandi myndir eða vídeo, sjáðu hver ég er núna, þetta er ógeðslega fallegu staður og það heim við drullu saman. Já. og sko, við erum alltaf eitthvað að segja bara, sko, hvað Ísland er best. Já. Við verðum alltaf ofurhæpuð ef að Ísland er að gera eitthvað. Já, ekkert smá. Bara fótbolta, handbolta, og það verða allir stuðningsmenn Íslands í handbolta og þannig kann engin reglundar, sko. Nei, það veit engin, bara ég verð að horfa á leikinn, maður ætla ekki að horfa á leikina til, bara, jú, ég ætla að horfa á leikinn maður, bara Ísland þetta, maður bara, maður verður að vinna þetta. Nákvæmlega, shit. Og allir verða snill, bara, svo þegar við töpum, það bara umlegt. Já, búið. Þetta er bara svo búið. Já, það er engin að styðja Ísland á æfingarleikjum eða eitthvað slúið, það er bara við fyrir maður stórmót, það er bara Ísland. Allir vinir, sko. Mér er að ég keipti Íslendingatreyju og horfði á þessa Ísland leiki þarna þegar þeir voru á HM og allt þetta dæmi. Þá var Óskar að horfa á fótbolta, sko. Já. Og ég var bara, brjálæður, sko. Já, þetta er bara Eurovision. Já, alveg eins, sko. Það er bara, við verðum að Ísland er að keppa einhverju fyrir utan frjálsar íþróttir. Já, það hljómar ekki spennandi fyrir mér, sko. Nei, við fylgjumst og ólympíuleika eða eitthvað svoleiðis. Við erum svolítið löt við að styðja okkar fólk í því. Já. Það verður að vera liðsíþrótt til þess að við fylgjumst með því. Nákvæmlega. Og vinsæl íþrótt. Já. En svo, ég held að við höfum aldrei hort á Ísland keppi blaki. Nei, blaki er alltaf skemmtilegt, sko. Já, það er alveg gaman, ég hef alveg hort á blak. Já. Er engin svona bretta skíða hjólabretta dúti íslenskur sem að kann eitthvað? Jú, það er alveg fullt, sko. Við erum bara ekki, það er bara ekki nógu vinsælt til þess að fylgjast með og hvetja. Nei. Ég held það sé svolítið þannig. En já, þetta er svolítið íslendingurinn. Og við líka verum óslega reið í smástund, svo gleymum við það sem gerðist. Já, og svo eins og ríkisstjórnin og fleira dót. Já, og svo komum bara, þetta reddast. Já, þetta reddast. I just got a flat tire here. It's okay, it will fix itself. Já, þannig það, ég sprengdi dekk á Vesturum. Já. Ég var að keyra einhvern glannalegan veg. Þeir sem að fara á Vestfirði vita að allir veitin þar eru bara annarkvæmt dáin eða ekki. Já. Og það er verið að laga veginana, gera nýjan og eitthvað. Og þannig að það var svona sprengju dót í gangi. Já. Og vegurinn var svona að bara geði stórir oddhvassir svona hnullar á veginum. Ég keyrði þetta í gegn og sé svo að það sé búið að blokka einhverja brúana. Já. Og bara ekki að býta aðeins að við erum að vinna hérna og bara ok, og svo bara sprengdu þeir eitthvað og allt eitthvað hrundi út allt og eitthvað og bara, mátt fara yfir og ég bara, alltaf fór yfir og snýr svo við og svo var þetta bara búið, sko. Það var bara, dekkið var farið, sko. Já. Meiri sem með aðra sögu, ég er svo góður í að segja sögur. Það er svo langt síðan ég verið hérna, þetta var 3 klukkutíma þáttur. Ég fekk sögu frá herra Dekkjasmið. Já. Herra Dekkjasmið? Já, herra Dekkjasmiður í Patreksfirði. Já, heitir hann það? Nei. Manni
dekkjaverkstæði bara eitthvað. Velkomin Patterson, það dekkasmiður. Ég dekkasmiðurinn og ég laga aldrei dekkin. Hann sagði mér, Já. það var einhver gæi á nýjum Benz, á splungu nýjum dekkjum. Hann keði þarna yfir og hann eyðilaði öll dekkin og hann þurfti að skipta öll dekkin og eitt dekk kostaði 45.000 kall. 45.000 kall sinnum 4, það eru 200.000. Næstum því. Við vorum að tala eitthvað. Já, það er 180.000. Já. Þetta er alveg frábæra sögur, Óskar. Takk fyrir. Ég misti mig á spenningi. Já, gaman að vera komin að dur. Það segja maður. Kristbjörgur leggur Óskar í einelti. Næsta. Ljóska maður. Nákvæmlega. Missandi hluti. Já, ljóskan. Það er svona farið að hlýna hjá þér. Já. Það er gott. Ljóskan er svona, er það ekki bara heimsk stelpa sem er ljósar? Jó. Já. En ég myndi ekki setja það, ég veit ekki hvort ég myndi setja það sem stereotypu. Já, sko. Nei, ekki með hvernig við erum búin að lýsa þessu hinga til. Það var allar stelpur. Ég segi þetta bara. Ó nei. Þú erum ekki ljóskað maður. Allar stelpur eru ljóskur, sko. Já. Nei, það er ekki rétt. Nei. Auðvitað ljóska, það eru bara heimsk, sko. Það er ekki endilega heims, bara vittlaus. Vittlaus stelpa. Og þetta var við stráka líka. Já, þeir geta verið ljóskur. Já. Þetta er svolítið, svona vittlausir. Já, bara gera eitthvað svona segja vittlausa hluti og spurja astnanlega spurninga og svoleiðis. Já, og gera kleifalega hluti. Ég heyrði af einni stelpu hún var í sögutíma og þetta, yfirleitt er þetta svona ljósku moment. Já, einmitt. Ég held að maður get ekki bara, að þú ert eflaust klára á einhver öðru. Já. En eiga svona ljósku moment og hún var í sögutíma og spurði ferðakennari hvenær eiginlega fór heimurinn í lit? Ha? Nei. Hvenær var þetta? Hvenær? Ég veit það ekki. Nei, þú veist framhaldsskóli, grunnskóli? Framhaldsskóli. What? Ég held það. Já, ég heyrði þessa sögu, já. Hvenær var heimurinn í lit? Hvenær fór heimurinn í lit? Wow. Já. Wow. Já. Ok. Já. Það er svona ljósku moment. Já, ég þarf að játa mig núna. Já. En ég skil vel að velta þessu fyrir sér, sko. Já. En sko, ég held líka mikið maður þarf að vita hvenar á maður að spyrja að þessu og hvenar maður að halda þessu út fyrir sjálfan sig. Já. Það skiptir líka miklu máli. Já. En ljóskur, ég get ekki sett það sem er stereotýpa. Ekki? Ég held að sé enginn sem vill vera ljóska. Ég breyti mér aðeins. Skinka. Já. Það er stereotýpa. Það er stereotýpa. Sem er, Nei, ég held að það sé dáin, sko. Já. Ég held að skinkan sé dáin. Snakki var í rauninni stráka skinka. Já, það ekki? Jú. Þetta helst í hendur. Eiginlega. Nakkar deytuðu skinkur og skinkur deytuðu nakka. Já, það var svolítið svo leiðis. Já. Skinka var náttúrulega, það var bara þykkt lag af meiki og svoleiðis. Manstu eftir í Tívolíinu í Danmörku? Já, þau sáum hann 2 stelpur. Já. Sem voru bara feitt lag bara. Já, og við fórum í eitthvað tæki og það var svona skápur til að geima dótið sitt. Já. Og ég sá bara þessa stelpu og var bara með nokkra dollur bara inn í skápnum. Bara með sér? Já, meðferðis. Já, bara í Tívolí. Og hún var þetta var bara 5 cm af make-upi, sko. Já, hann bara sá allat, sko, þú sást ekki svona features í andlitinu, þú sást bara make. Já. Og svona smá augu. Þetta var svona munn. Já, þetta var svona ringur og svo kúla. Já. Eða þú veist augu. Það var bara, það lágið að vera kartöfluhaus. Já, en svo vinkonunnar, þetta er önnur stereotýpa sem ég mættir að tala og það er emo. Emo? Það var einn svona anstæðan við hnakka skinku. Já. Eða svona. Sko emo goth. Já. Sveitin það bara í sama dæmi, þó það sé ekki endilega sama. Nei. Já, það er stereotýpa. Já.
og maður tengir, sko, já, skinkurnar maður tengdi að maður setja svona ennþá meira svona dæmi á skinkuna þá voru skinkur heimskar. Já, eiginlega. Já, þær voru ljóskur. Já. Skinkur voru ljóskur. Eða, veist, maður hélt það, skilur við. Já, maður horfði á já. skinku, þú ert heimsk. En það er náttúrulega, maður á ekki að setja fólk í kassa. Nei, og já, emo, já, það er, ef ég á að labela það, bara, það er emo, Já. og emo fólk talar ekki. nei. Já. Og er rosalega emotional. Og alltaf enn í sjálfum sér. Já. Það er bara, mér er svo illa. Já. Ég fekk ekki honuna, seriós. Og ég bara, og svo einhvern veginn tengdist það sjálfs skaða. Já. Að emo skadaði sjálfan sig, eða emo goth voru að skera sig. Var goth líka því? Já, þú veist. Sko, emo og goth, það er svo lítill munur frá þessu. Já, er það ekki. Er ekki bara svona tískan örlítið öðruvísi? Örlítið öðruvísi, já. Já. Kiss-skór svolítið mikið til í gothinu, held ég. Já. Plattformskór. Já. Já. Og veist, hárið og svoleiðis. Já. Ég held að emo var aðeins öðruvísi. Svona Avenged Sevenfold eitthvað. Já. Goth líka, eiginlega líka. En goth voru kannski meira svona, kannski hvítari. I don't know. Við erum bara að segja eitthvað. Já. Gasgrímur eitthvað, var það ekki? Eða svona fyrir andlitið. Það var eitthvað annað, sko. Já. En já, það með sjálfskaði og maður tengdi bara, ok, þessi manneskja Bara líður illa. líður illa. Þess þó henni leið ekkert illa. Nei, kannski fannst það bara töff. Já, þú veist, mér finnst emo og lúkið mjög töff í dag. Eða þú veist, ég veit ekki, það er eitthvað við þetta lúk, sko, sem finnst töff. Það er ekkert mikið, mér finnst ekkert mikið af þessu núna, sko. Nei. En sem þetta mér í hug, þetta er ekki á listanum, en þetta er í hug Svíar. Alltaf var að tala um að Svíar séu svo fallegir. Já. Sem samt, það er kannski stereotýpa, en á sama tíma, ég man þegar ég labbaði niður í Stokkhólmi og var pínu pirraður út að allir voru fallegir. Já, það. Já. Já. Ég fór að hugsa út í anime fólk. Já. Svona, sem eru, sko, sem klæða sig eins og japanskt anime. já, og svona haga sér eins og anime fólk. Konnichiwa, það mængur Písmerki eitthvað. og svona, þannig. Já. Ég skil það ekki, sko. Það voru ákveðna típur svoleiðis í FSU. Já, það er ennþá. Í FSU? Ég bara ekki allstaðar bara. Já. Bara skrítið. Ekki dæma, Kristján. Já, það er bara skrítið. Ég dæmi ekkert, en það er skrítið. Mér finnst bara fríki að sumir eru búin að mastera það í make-upi að bara einhvern veginn líti út eins og hann mikilvæg. Það bara breyta sig bara. Stækkar augun einhvern veginn gegnum make-up. Make-up er magnað. Make-up er magnað. Já. Það vil svo til að karlmenn notuðu fyrst make-up. Já, á undan konum? Já. Er það þannig vikinga? Nei, konungsfólk. Hæ? Já, karlmenn notuðu hálsklúta og make-up og háhælaða skó á undan konum. Já. Já. Ég er ekkert að segja að kalla sig betri. Ég get þetta ekki, sko. Ég má... Þetta er ljóð. Þetta er ljóð. Þetta má ekki Það er allir flottir, allir jafnir. Já, ég elska alla, sko. Og allir eiga að vera með make-up og eiga að vera með make-up og ekkert eiga að vera með make-up. Þegar þú vilt vera með make-up og máttur með make-up. Ég hef með make-up einu sinni. Já. Já, Þú varst með svona fela bólur. Fela bólur. Og allir bara, hvað er að gera með make-up? Það er heilviti. Já, ég vil ekki segja neitt. Herru, mér finnst þessi stereotýpa leiðileg. Besserwisser. Já. Þeir eru leiðilegir. Það er erfitt að vinna með svoleiðis fólki. Ég veit ekki, það var Besserwisser í vinnunni. Já. Hann er ekki lengur að vinna hérna. Ég veit ekki hvernig sé að hlusta eða ekki, en guð minn, almáttugur. Maður var kannski, hann var að vinna á keflalagarnum og maður kemur að mæla ykkur kefli og er með ákveði kefli til að mæla á keflið. Allavega. Maður var að mæla ykkur streng. Svo bara, heyrðu, þessi strengur passar ekki á þetta kefli. Vissirðu það að ég setti þetta á... Nei, þetta er hæðilega Hvað allar að hætta bara við? Þú ert komin hálfa sögu. Það er bara, nei, þetta er umlega. Það er að segja aðnari sögu. En hann var svona labba... Nei, þetta er ekki góðs að heldur. Fyrir ekki ást. Hann bara svona...
hann bara vissi allt betur en þú veist, við vorum kannski Já, að tala um það er vissir. við vorum að tala um kannski einhverja bara þessi hamburgeri þarna er góður vissu þið að hamburgerin sem þeir búa til eru búinir til úr hænsnabeljum og hænsnabeljur eru sko miklu betri en venjulega beljur og bara bla þetta er, Já, þeir finnst óþægilegt pirrandi að hlusta á fólk sem veit betur en þú. já, Já. og það enda alltaf með því að maður bara, ok Sko, þetta er skiptir allt upp á bara approach. já, Ég held að margir þessi besserwisserar eru að meina vel. er það? Já, þeir bara kunna ekki að Stoppa koma því skemmtilega frá sér. Nei, Já, af því að þeir koma með svona fun facts eða það er ekki fun, það koma með facts já, sem er svolítið ekki rétt skýrðu ekkert endilega Nei. og þegar fólk fer að þykjast að vita eitthvað og veit svo ekkert um það Nei. en heldur samt svo fast á sínu Já. bara eins og já, það er náttúrulega hérna þessi Red Bull þetta er bara betri uppskrift til þetta síðast sko Red Bull hefur aldrei breytt uppskriftinu sinni ég var að lesa það hérna, Já. og maður gæti verið að rífast við það en þeir myndi alltaf halda sínu Já, það er svona, var ég bara alltaf þegar hann sagði eitthvað, bara þetta er svona og ég bara, já, það er rétt þar bara, sagður ekki bara, þú ert leiðinlegur það gæti alveg að hafa gubbast út um mér óvart einhver tímann, sko sagði bara, þú ert svo leiðilegur já. Svo bara því miður manni ekki neitt í hljótu bræði en hann var bara, hann vissi allt og allir aðrir voru gladaðir. Svo var hann líka bara hann var eitthvað að tala um önnur útibú bara, vissir þú að þeir eru ekki búin að selja þetta kefli í sko 5 ár og ég ætla bara ekki að láta á hafa þetta þó þessi að byggja með þetta og bara, ekki segja mér frá því, skilur þetta er þitt Já, þeir veit ekki alveg hvað allir hafa áhuga að mjá ekki saman hlut sko. Hann sko talaði svo mikið um kefli oh my god Manstu, kannski hafa hann bara virkilega mikið áhuga á kefli Það getur svolítið ekki verið, þetta eru snúrur í alls konar stærðum og litum og gerðum og svo bara, sko þú setur þetta ekki á K6 kefli, þú setur þetta á K20 kefli, þú veist halló, og maður bara, já, það er mitt flott frappir, takk Þú ert virkilega betur út í hennar mann Hann er svo skemmtilegur eða þú ert að hlusta Já, ok Nú er allt í lagi Nú eru komnir í já, ég fór fram á mér þetta var svona fan suggested stereotypa og við erum komnir í fan suggestions núna Já, það sem fólk hefur látið vita hvað, Já Ítali Já Babadidúri Pepperoni Mario Nákvæmlega Og svo eru alltaf með þarna Hendina Hvað, svona Þeir tjá sig mikið með handarhefingu kreftir puttar svona kreftir fingurgómar Ég var að leika mér að þessum daginn Ég var að keyra svona með fingurna svona Ég held bara rétt svona stýri bara með fingurgómunum og Helgu hann sem ég fyndið og ég var að keyra svona, skýrur Já, það er ekki fyndið þegar þú segir það Þetta er svona eitthvað sem þú bara halda fyrir sjálfmann þig kannski rifið þetta upp með Helgu ekki fyrir öllum hinum Nei, ég held að þessi það er enginn sem bara, já, ok það var ógeðslega fyndið Þið er bara að pröfa þetta, gera þetta svona það er fyndið, sko, ég lofa Ok og þessi kom löggan og stoppaði bara, við stakkur í stoppaði segja hvað ég fyndi Ljóska þín Ljóska? Að þú mistir vingarvórin Já, er ég þá Hvað? Ég óska ég kegja bara krabbi ég er krabbi það var ógeðslega töff Já, ógeðslega, einmitt töff já, það er einmitt orðið sem ég myndi nota það er töff allir voru að sjá bara, það voru allir að herma eftir í bænum þegar komst heim sko. Þetta er Óskars haldið Þetta verður bara nýtt trend, allir að gera svona allir að gera svo krabbi Ætlaðu ekki að tala um Ítali meira? Ítali? Pítsur Ítalir eru reiðir Já, er það ekki? Það er einhver stereotýpa eða svona, þessi alltaf reiðir Allar þjóðir hafa einhverja stereotýpu
Ítalir eru reiðir og tala mikið með höndunum, frakkar er alltaf eitthvað svona og svo höfum við Norðmenn eru ríkir. Norðmenn tala alltaf svona nei, þeir svona og enda svona skíðasvæði svona Já, svona eins og fara að stökkva svona og svíjar í svona hoppi og maður getur alltaf það er hver þjóð hefur svona ultimate stereotypu. Já. Og það er svo sem er alltaf í lagi en maður á ekki að vera að merkja fólk, það er bara ekkert bannað í dag að segja bara, það er svo rappari sé alltaf vondur nefnist alltaf rappari vond, já í öllum bíómyndum, I'm a rapper og svo er hann bara komin í rugglið og eitthvað það er engin góður rappari góður kannski rappari en góður manneskja svo er svart fólk alltaf eitthvað vondir já, þú veist, það stereotypur komur svo mikið frá bara bíómyndum já, það er rétt sko og ég veið ekki bara hér og nú ég var hrættur við svart fólk já, ok, já, pottet ég líka einu sinni sko ég bara sem lítill þá var ég bara hrættur já, ok það er bara eitthvað, var búin að stimpla inn hausin á mér að þetta er vondimaðurinn, þetta er þjófurinn þetta er maður sem rænir og einhvern veginn og hvítimaðurinn var í góður já, það er oft annað í bíómyndi þegar þú segir það sko en ég er ekki lengur í daginn í dag nei, ég elska skipti ekki máli hvernig þú litin ég elska alla, ég er búin að kynast mörgum svörtum og fallegum og skemmtilegum sko já. bara, eins og segi, allir byrjum í 10 stígum en það er bara svo er svona úlingar það er stereotýpa bara ég get alveg töluð ég og Guggi töluð þetta já. ég er bara hrættur við úlingar ég er skítrættur við úlingar sko ég held að þeir muni lemja mig já. Og bara því að hann er úlingur og er í hóp með öðrum úlingum ég er líka bara, ég held að við töluðum þetta líka einhvern tímann, bara þegar maður var lítill var maður ekki hrættur við úlinga og svo einhvern veginn er maður úlingur sjálfur og þá var maður bara maður sjálfur svo var maður fullorinn já, þetta segir að úlingurinn, eða að vera úlingur er bara rétt í aldurinn já, ætlaði ekki bara nei, ég held að mér langar ekki úr úlingur aftur ekki? mér fannst þetta ekkert gaman nei, þetta var bara tilfinninga hrúa og allt umrætt og einhvern veginn bara aðeins skotarinn með að þetta kann þetta ég skemmti mér svo vel, ég held ég verið frægur svo byrjaði ég í framhaldsskóla og þá var bara komst ég að ég er nobody já, það er bara þannig já. Þá svo ertu með fleiri stereotypur já, en mér langaði að koma að við erum alltaf í bóði Ísland Pólland við erum í bóði, já og þeir eru að selja sturtuengi nei, sturtu blöndutæki blöndunartæki já. Og vill svo til ég þarf að fara að redda mér sjálfur svona blöndunartæki því að sturtan heima er alveg hræðileg ég get bara valið 2 hitastillingar yfirborð sólar og ef ég vil kælda þá er í boði kjarni jarðar kjarni jarðar er heitur já annarkvært heitt eða heitt annarkvært heitt eða sjúklega heitt já, ok þannig að gera ef að þeir eru sömu vandræðum og ég að endilega skoða Íslandpólland.is þeir eru með margt í boði þegar kemur að blöndunartækjum já, takk fyrir þetta Óskar já fyrir aftur til þín Kristbjörg já, góðan daginn í fréttunum hefðu helst Íslandpólland.is er að selja sturtuheng sturtu kannski er það að selja sturtuhengi ég hef ekki tekað á því sko já, blöndunartæki blöndunartæki ég get ekki sagt kannski fylgir sturtuhengi með já, ég bara setja I don't know, við þurfum bara að tala við strákin við erum svo miklu fagmenn já, við erum algjörir fagmenn við erum ennþá að læra á þetta já, stereotypur já, herruðum af hverju ekki surround týpur surround system bada búm hérna hef ég skaters já það er annað fancy jessit já, það er náttúrulega Óskar var mikill stereotýpa hann á sínum tíma ég bara var derhúna aftur á bak og á hjólabrettinu í kottinu og sjá mig olja og eitthvað shit það er nefnilega að finna ég gat aldrei oljað ég reyndi það en það hefnaðist aldrei
Ég gerði það og bretti fór bara. Já. Bara æfingin skapa meistarn held ég. Ég held það, en ég var ekki að tala þetta í dag. Manneskja var bara að tala eitthvað skeitar að væri ógeðslega næs fólk, ógeðslega góðu við alla og... Ég tengi skeitar ekkert við næs fólk. Nei, ég hugsaði nefnilega svona í rauninni út af bíómyndum eða svona þeir einmitt eru svona vondikallinn. Þú veist, graffa graffa og króta og skemma og löggan alltaf eftir þeim og eitthvað. Já, þeir eru að gera eitthvað sem má ekki gera, maður sér alltaf. Já, steðast. En hún talaði bara rosalega góði gaurar og skemmtilegir og fallegir og eitthvað. Já, hún hefur greinilega fengið einhver aðra upplifun af jólabretta. Það náttúrulega bíómyndir skapa stereotypur. Það er greinilegt sko. Ég held að allar löggur kannski borða ekkert kleinuringi. Nei. Ég hef aldrei séð löggu borða kleinuring. Kannski er það meira í Ameríku. Já, eflaust. En ég hef samt aldrei bara séð löggu borða kleinuring. Hefur ekki það að séð löggu borða? Ég hef séð löggu borða hambúrgara. Já, ekki kleinuring. Nei. Það er magnað. Já. En svo getur hann, jú, hann getur sett bara gat í miðan hambúrgaran og þá er það orðið kleinuringur. Þetta er jafnvel heilu brandari ég kom með þessu ránd týpur. Já. Við erum svo góð, við erum svo fyndnir. Já, við erum fyndnir. Og svo bara stereotypur podcastarar. Já. Þeir eru alltaf betri en allir aðrir. Já, það er bara þannig sko. Við erum það. Já. En það er svo sem kannski er ég orðin ákveðin stereotypa því að ég er kannski bara einhver staðar og svo enginn er að segja neitt og svo bara eitthvað er ég hérna vissu þið að ég er með hlaðvarp og það er bara what? Og ég bara, svara, bara cool. Ég ger þetta stundum þegar að tala eitthvað og ég plugga mér alltaf eitthvað neginn og ef ég lendi á umræðni sem við höfum talað bara vorum djöðlega er hún gamall, talandi um það var ég með hlaðvarp sem talaði það einmitt í síðasta hætti það er bara ég get það líka bara eitthvað skemmtilegt að skilja það með þetta skondið, og var að tala um þetta en ég er einmitt með hlaðvarp og vorum að tala um þetta í síðasta hætti nákvæmlega. Já, það er, ég er svo sem ekki, ég hef ekki hitt marga sem er að gera podcast. Nei. En maður reynir auðvitað að plugga sjálfum sér, þetta er ein leið til að koma sér áfram. Já. Og líka bara, ef maður fær manneski heimsókn, þá sýnir maður eitthvað sem maður hefur gert. Já, algjörlega. Stereotypur, Óskar. Já. Hvað ertu með meira annað? Ég er eiginlega bara með eitt annað fan suggestion sem er sölumaður. Og hvað var tengingin við það? Hvernig ég hugsaði þetta er að ég hugsaði að gæjan sem að hringir í mann bara, hæ, ég er herra sölumæður, ég er með tilbúð handa þér, vilt þú fá þér tryggingar og tryggingar? Ertu betur út í tryggingafólk? Þeir eru bara alltaf að ég kom með tryggingar og ég bara sáttu með tryggingar, svo vil ég að selja með fleiri tryggingar. Já. Skilur þú? Já. Eða þú veist, þú með tryggingar hér, en ef þú fær tryggingar hér, þá sparar við 200 krónur og eitthvað. Já. Það er stereotypan sem ég hugsaði, sko. Já, ég hugsaði það ekki. Ég er svo sem... Ég hugsaði bara, sko, það er til svo margar tegundir af sölumönnum, sko. Það er til þessi sölumæður sem veit hvað hann er að selja. Já. Skilur þú? Eins og ég. Það sem að ég veit hvað ég er að gera. En svo er sölumæður sem veit ekki neitt hvað hann er að gera og er alveg drullu sama. Bara heyrði hérna áttu til HDMI snúri. Það er örgulega hana. Það er svona eins og í Elko. Já, ég lendir svo oft í þessu Elko. Já, bara eitthvað sem bara nennir ekki að vinna vinnuna sína. En ég er hættur að biðja með aðstoð. Já, þú bara lappar þannig að þú finnur stótið. Ég veit alveg hver allt er. Já. Þetta er bara common sense fyrir mér. Já, reyndar. Bara allt í einu bara, HDMI kablar, þeir eru snúrur, það er skilti hérna, snúrur, það er þarna. Já. Stundum fæ ég aðstoð og spyr, er þessi heyrnartól betri en þessi? Örugglega. Bara, þetta er náttúrulega góð merki bæði, hvort er betra? Þannig að ég þarf að vinna vinnuna mína heima, bara googla hvort er betra, en ef hann ætti að geta sagt bara, persónulega, ég nota þetta rosalega mikið að segja bara persónulega.
Já. Bara persónulega finnst mér þessi heyrntól miklu betri. Ég er búin að prófa þetta, ég hef ekkert annað að gera í vinnunni og ég kom með einhverjum smá svona sögu af hverju. Já. Það er alveg, já, og mér fannst bara dýpri bassi í þessum hérna. Það er það sem ég er að leitast eftir. En hvað er þú að leitast eftir? Það er svona clearer sound, þá myndi ég fara með hana. Að selja þér hlutin og svo bætir auka hluti ofan á. Ég sel sápukúluvélar í vinnunni minni og ég sel þær ógeðslega vel. Ok, hvernig? Kemur bara, spyrir mig, bara virkar þetta eitthvað? Ég bara, virkar þetta eitthvað? Þetta er heitasti hluturinn í dag, skal ég segja þér. Okay. Og bara, já, ok, hvernig virkar þetta? Bara setur inn að sápukúlulög. Það virkar ekki að setja uppþvottalög og vatn ofan í. Það virkar ekki með þessari vel. Þú verður að fá okkar sápukúlulög. Okay. Ég er búin að prófa það sjálfur. Hún er bara til að selja það ennþá meira. Það er því að ég sagði bara, við notum þetta á hverjum degi, þessa vel. Hérna í vinnunni, bara úti. Já, bara til að auglýsa. Já, og bara til að skapa stemmingu. Okay. Og bara, ég þarf að fara að afskrifa svo marga brúsa að það valla borgaði sig. Þannig að ég reyndi að gera eitthvað sjálfur, það bara virkaði ekki. Þannig að bara tristi mér. Og hún ok, svo er ég bara að selja þessa vel þannig og bara þetta er ógeðslega skemmtilegt. Bara þetta, krakkarnir er að taka þetta og skemmta sér og það er bara fólk bara að kaupa þetta. Og þetta selst eins og heitar lummur, skal ég segja. Bara heitar lummur. Ég trúi þér sko, það er einhver nágræna minn sem er með svona búblivél. Það er bara alltaf eins og sé snjókoma úti með búblum. Það er töff sko. Það er töff. Það er gaman sko. Ja. En það er líka bara, ég held að sé engin sölumaður sem er stereotypa. Ég get ekki pinpointað sagt, ég næ ekki nefnum tengingu. Nei, ég hugsaði bara leiðilegi síminn hringirinn. En annars ekki sko. Ég get alveg trú að sölumenn væri skemmtilegir sko. Eins og Kristbjörgur Steinarsson. Já, Kristbjörgur er frábær sölumaður og súper skemmtilegur. Já. Mér langar að koma að öðru. Fyrst að ég er með þessa ritgerð með mér. Þið voru eitthvað að tala í lok þáttar. Já. Þá voru þið að tala að vera veikir í vinnunni. Eða þú veist. Já. Við taka andlegan dag. Já. Eða sko, ég fór alltaf að hugsa. Hvað finnst þér það ásækið að hringja inn veikan þegar þú ert veikur eða þú veist svona hvað finnst þér? Hvað finnst, mér finnst það alltaf lagi þegar þú ert að hringja inn veikan þegar þú ert veikur? Ég fæ alltaf smá saminskupið en mér líður betur. Mér finnst alltaf svo skrítið og já, þegar ég hringi mig inn veikan og er veikur, ég hringi mig alltaf inn veikan þegar ég er veikur, ekki þegar ég er ekki veikur. Pinky promise. Já. Þá samt einhvern veginn, ég veit ekki hverju, út af því að þegar maður hringir, eina sem að bossiðin fær er símtal. Já. Og mér finnst ég þurfa að samfara hann svo mikið að ég sé veikur. Já. Þannig ég reyna að gera mig veikari í röddinni. Svona, hæ. Já. Og svo, þetta er algjör rútína. Ég þarf að ég ligg svona í rúminu og bara, hvað er ég að segja? Og svo byrja ég hef skrifað handrit. Vá, ok, það er langt gengið. Já, og svo bara allar svona possible útkomur, hvað hann geti sagt, hvað ég svarað því og svo bara ég svona æfa mig, ég æfa allt símtalið á hann hringi. Það er svolítið, ok, núna erum við bara komnir úr stereotyp. Já, ég finn ekkert meir sko. En talandi þetta, þá er þetta svolítið langt gengið, finnst mér. Já. Ég segi alltaf, ég er úr leik. Já. Ég er bara úr leik í dag. Ég bara líður ekki vel. Ég ger ekki ræðu eða ritgerð eða leikþátt. Nei. Ég hata leikþátt. Já. Það þegar ég hef fengið það sjálfur, skilur. Já, þú náttúrulega ert boss og svona að færa það hringja. Mér er ógeðslega í maðunum. Í alvörinni? Já, kannski ekki alveg svona. Okay. Ég er bara, já, vertu bara heima. Og ég myndi hvort sem er að segja að vertu þér heima eða þú kemur bara, mér er bara illt í maðun. Já. Ég held að segja regla að þurfu alltaf að segja, já, var það ekki? Það er ég regla. Já. Ég held það, ég veit það ekki. Það er allir rétt á veikindadögum. Já. Hins vegar get ég krafist vottorðs frá lækni. Já. Ef að sé
ef ég vill ef að veikindin hafa orðið það mörg eins og ef þú ert það mikið veikur það getur ekki sinnt starfinu þínu þá þarf að skoða það eitthvað en hins vegar eiga allir þú átt alltaf þinn veikindarétt já, einmitt en þetta er samt fyndi ég bara ok, þetta geti gerst eða sko svo er síndal alltaf eins bara já, sællóska minn ég er bara því mér veikur í dag já, ok, það er leiðilegt, hvað er það? Það er bara, ég er með hita og illt í maganum og eitthvað já. Og hann bara, já, bara ekki mál við þú bara jafnaði og við sjáumst vonandi sem fyrst og ég bara, já og þetta er alltaf sama símtalið samt er þetta overhypa þetta í hausnum á þér þetta verður bara eitthvað major issue og hann kemur bara, sendiði bara Óskar, það er ekki nógu gott, þú verður að fara á slissa ég er alltaf einhvern veginn, ég býst við í Vesta Óskar, þetta bara gengur ekki bara, hvað meinar þú, þetta er veikur leið mér að mæla þig eitthvað beint í rassinn það er alveg málið, hann fær ekkert ég er alltaf vonast til þess að ég hnerri eða eitthvað þegar ég þá er það success sko. Já, ég skil, ég fer alveg með smá dialog í hausnum á mér bara, ok, ég ætla að ringja hana hvað er að segja? Ok, segja þetta ok, nælt en já, yfirleitt segi ég bara, ég er úr leik bara, ég var bara svaf illa í nótti eða eitthvað eða með hósta kvef eða eitthvað ég hef ekki fengið kvef ég veit ekki, í svo langa tíma Er það kannski kosturinn við að vera fullorðinn? Verða ekki veikur eða vera gamall ég held að það sé bara að þau unni á leikskóla þá bara ferðu allar sýkingar og gerla leikskóli er bara faktori af bakteríum já. Hrikalega næs og eftir að hafa sleikt öll handrið þegar það mátti þá er ég bara ónæmur fyrir öllu ég hef ekki fengið hálsbólgu, ég kann ekki hálsbólgu lengur sem betur fer þá já, ég mitt verði mjög sjaldan veikur í dag sko. En þegar ég verð veikur, þá verð ég veikur. Já, ég líka. Kannski það líka út að aldrei. Já. En ég held að fíla það rosalega mikið hugmyndir um svona persónlegan dag. Já. Ég held að það sé eiginlega bara, það ætti bara að vera þannig. Normið, sko. Það ætti bara að vera normið. Því ég skil það svo vel, bara ég sjálfur. Já. Bara stundum bara, ok, mér líður bara ekki vel. Nei. Mér bara... ég þarf bara minn dag já, bara aðeins að anda aðeins að svona kúpla sig út og svoleiðis algjörlega og það er bara tabú að segja það já það er svolítið óþægilegt að segja já, ég bara lípa illt í lilla hjartanu mínu já ég er bara lítill og þess vegna eru margir sem bara ljúga og segja bara heyrðu, ég er bara veikur í dag og það er svo vont að ljúga ég get ekki logið lengur nei það er bara, ég kann það ekki mér er að það er svo erfitt fyrir mig að ljúga konu minni sko, hún kannski við erum búin að vera eitthvað frá hvort öðru í smá stund svo kem ég heim eitthvað og hún bara og svo fóð það nammi og ég bara svona nei og leiði sér nei og einhvern veginn bara kemur fárlega mikið bros bara ég ljúga þér og þá var ég bestið sko já. En heyrðu Óskar minn já ég held að þessi komið á að lokum hjá okkur já, er það ekki bara? Jú, þetta var frábær bara fínasti þáttur hjá okkur já, þetta var æðislega bara hrósa okkur fyrir það rosalega gott að vera góðan að þér ég ætla bara að minna ykkur á að við erum í bóði 7 Ísland-Pólland.is og þú getur hlustað á okkur allstaðar bara út allt í YouTube og bara við erum allstaðar já. Þannig að endilega likeið, subscribeið, fylgið, followið, eldið okkur Instagram, Facebook, TikTok já, við erum fyrir framann ykkur við erum til staða fyrir þig svo erum við með símanúmer eða langar að heyri okkur á 792-2025 við erum ennþá með talhólið er ekki jú, það er ennþá opið og þannig að það má alltaf skilja til skilabóð ég kíkja ekkert oft annað en þegar ég gera það, þá leynist 1 og 1 já, en spenná en endilega bara takk, ég er alltaf bara þreyttur sko. já, maður er slagur sko ég vil líka þakka Guðgeiri fyrir að rætta þættinum síðast já, hann var mjög skemmtilegur mjög gaman að fá en ég bara takka þess fyrir okkur já, heiðu, góðan dag og allt það dæmi og svona já bless, bye krakkar